Bíltur til Drangsness helgina. Veður var bjart og fallegt en fremur svalt. Ekið var norður á föstudegi og suður aftur á mánudegi. Á leiðinni var í baulusjoppunni bætt á hleðslu hjá bíl og bílstjóra. Hleðsla tilreidd fyrir bílstjóran. Svona var umferðin efst á Holtavörðu, heiðinni. Leiðin til Drangsness var valin heiðina vegna byggblæðinga á vegum í Dölum og á Þröskuldum. Tröllakirkja séð frá Holtavörðuheiði. Einhvers staðar verða svo línur að vera. Borðeyri var merkur verslunarstaður áður fyrr. Hér tók ættfaðir Torsaranna, Thor Jensen, sín fyrstu skref sem búðardrengur. Hann gerðist svo kaupmaður og umsvifamikill í atvinnulífinu. Stórveldi Torsaranna var áberandi á sviði verslunar, útgerðar og stjórnmála á miðri síðustu öld. Á Borðeyri steig Langafi minn á skipsfjöl ásamt fjölskyldu árið 1878 og hóf þar með landnámsförna til Vesturheims, þar sem þau settust varanlega að í Minnesota. Prestbakki er löngum virðulegur kirkjustaður en enginn býr þar lengur. Horft norður eftir af Ennishálsi. Hinum megin fjarðar eru Grímsey, Drangsnes og Bæjarfell sem er ofan við Drangsnes. Kirkjan á Hólmavík er einstök, flott og falleg. Drangsnesvegur við Sandnes í Steingrímsfirði. Hveravík. Á sínum tíma var það sundlaug við Heitavadsuppsprettu, en hún lagðist af miðja síðustu öld. Sjá má leifar hennar í fjöruborðinu og undir veginum norðanvert í víkinni. Minjar af hvalstöð, líklega frá Holland, Ingum eða Böskum, hafa fundist í Hveravík og verið rannsakaðar eftir aldamótin. Þær gætu verið frá 17. öld en engar aðrar heimildir eru til. Komið í áfangastað. Klaki fyrir framan Sunnukvor. Sól yfir Grímsey. Þar var stundum búið á árum áður og fram á 20. öld var veturseta á eyjunni og verbúðir. Upp úr 1900 og fram eftir öldinni voru refir hafðir í eyjunni og veiddir þegar mest fékkst fyrir skinnin. Vitin í eyjunni var fyrir skemmdum þegar þýsk herflugvél sendi sprengju á hann í síðari heimsstyrjöldinni. Líklega var það eina slíka sprengjuárásin hér í stríðinu. Lundabyggð er mikil í eyjunni og vinsæl hjá ferðamönnum að sjá og skoða. Horft yfir Húnaflóan á fjöllin í fjarska. Sunnukvot fyrir miðju. Sól og birta féll á húsið en dálítið var svalt í lofti. Tekin mynd af húsaskiltinu. Útsýnið í átt að bryggjunni. Út eldhúsgluggann, snúrur og brekkan á bak við hús. Hleðsla að morgni brottfarardags. Búið að taka til innanhús fyrir brottför. Allt klárt og frágengið í húsi og farangur kominn í bílinn. Mini Market. Komið við í búðinni á Drangsnesi. Heitu pottarnir. Þeir voru settir upp eftir að heita vatnið fannst laust fyrir árið 2000. Pottarnir þykja heilnæmir og þar hittist fólk, bæði heimamenn og ferðamenn og er oft glatt á hjalla. Í botni Steingrímsfjarðar er klaki í fjörunni við vegamótin. Klaki og ís í fjöruborðinu. Fuglar á köldum sjó. Hólmavík er ennþá í dálitlum vetrarbúningi. Borgarís á Ströndum eða hvað? Félagsheimilið Sævangur hefur fyrir mörgum árum skipt hlutverk og hýsir nú sauðfjársetrið sem er mikið safn og fullt af fróðleik. Kirkjuból. Þar bjó á sínum tíma systir ömmu minnar og þar kom ég oft sem krakki. Kirkjan á Kollafjarðarnesi. Horft frá Ennishálsi niður á bæinn Enni eða Skriðinsenni.
Ég renndi í hlað á enni. Það var ánægjulegt að hitta frænkur mínar sem tóku eins og alltaf vel á móti mér með góðgerðum og góðu spjalli. Á enni fæddist amma mín, 1890 og ólst upp ásamt 11 systkinum. Við afkomendur Líðs langafa og Önnu langömmu á enni erum hátt í 1300 talsins og tölum gjarnan okkur sem ennisættina. Óspakseyri. Fornsögur segja að þar hafi búið Óspakur nokkur, en náttúrnafna, kenningin segir heitið upphaflega vera Óspakseyri og ekkert skylt við mannsnafn. Ég á minningaglefsur frá Eyri frá því ég var 3 eða 4 ára. Þá voru pabbi og mamma við byggingu sláturhússins þar. Það eru meira en 70 ár síðan. Óspakseyrarkirkja. Reki í botni Bitrufjarðar. Á árum áður rak mikið af alls konar drasli á fjörur þarna sem mun hafa komið frá ruslahaugum hinum megin Húnaflóa. Þá létu menn sjóinn gjarnan taka við sorpi eins og algengt var. Afi minn og amma bjuggu á Þórustöðum sem átti land þarna að sjó. Þar fæddist pabbi minn 1914 og ólst upp. Ég get með góðu talist strandamaður eða bitrungur, pabbi frá Þórustöðum og móðuramma frá enni. Einmannahús niður við sjó á Stóruhvalsá. Hestar við þjóðveginn strandamegin nálægt botni Hrútafjarðar. Hestar voru áður fyrr kallaðir þarfastu þjónninn þegar gamla búskaparlagi var og hét. Í Staðarskála var áð og til öryggis var bætt á hleðslu fyrir lokaáfangan suður til Hafnarfjarðar.